Góðan daginn, kæru vinir, og gaman að hitta ykkur. Við ætlum að fara hérna yfir verk sem er reyndar ekki í gildi í dag, ekki með þessum hætti sem var, og rifja upp gamla takta, ef svo má segja, og það er með þetta verk eins og með mörg önnur verk að þau eru sem sagt öðruvísi gert og unnið með allt öðrum hætti heldur en var á þessum tíma, og við erum núna að tala norðursjávarsíldina sem kom í kjölfarið á hruni stofnana hér við land, og þá björguðu menn sér með því að fara með skipin þangað. Þessi síldveiði svona fyrir alvöru held ég að hafi byrjað 68, og það er einmitt árið sem að þetta hrynur allt hér í landinu. 67 var gott eða svona þokkalegt ár, og 66 var mjög gott veiðiár, og það veitust alveg ógeðslega mörg tonn, ef svo má segja. En það var líka upp úr því, þá fer þetta bara hratt niður á við, og 68, árið sem að menn byrjuðu að starfa í Norðursjónum, þá bara veiðist nánast ekkert hér, og þetta hefur aldeilis sett strik í reikning svo margra sem að hafa verið, það var búið að vera fjárfesta í síld alveg í áratugi á undan, og þannig að skuldin hefur verið ábyggilega stór þegar að þetta gerist. Og þetta er enn ein vísbendingin til okkar mannana hvað auðurinn er fallvaltur. Það er í raun ekkert hægt að treysta á þessa peninga. Þeir eru í uppsveiflu og voru búin að vera í talsvert mikill uppsveiflu í kringum þessa síld, en ef þú skoðar síldarsöguna, þá hefur hún verið með risum og bara falli bara allar götur, þannig að þetta sem skeði 68 var útslagi með það, hefði átt að geta kennt okkur bara með því að skoða söguna. En svona eru við, þetta blessaða fólk, við erum svo rosalega lengi og er alveg ómögulegt fyrir okkur að sjá jafnvel það sem er, og sjá það sem er núna sem eitthvað sem gæti skeð aftur. Við trúum því aldrei fyrir við horfumstum í augu við það. En síldveiðarnar í Norðursjó eru fyrir mörgum manninum og mig til að mynda góður tími, og það er ánægilegt að heyra hvaða er í raun margir sem að eiga bara góðar minningar frá þessum tíma, því að kannski hefði maður geta ætlað það að þetta væri erfitt fyrir einhverja menn, því að þetta voru talsvert miklar fjarvistir að heiman, og sumir og margir af þessum strákum, þetta voru fjölskyldumenn og allt saman það. En svo líka var fullt af strákum þarna sem voru bara ógiftir, lausir og liðir, þannig að það skipti ekki svo miklu máli fyrir þá. En þar að heyra, ef maður tala við þessum menn í dag, menn almennt hafi bara haft af þessu hellingsánægju og gleði. Ég veit ekki svona almennt séð hvernig tekjur manna voru, en ég var heppinn og fekk gott í minn hlut af því sem að þarna var. Og var heppinn með skip, ég var á Faxaborg og við skoðum myndir af henni núna rétt og eftir, og þar og undan var ég á Héðni með Maríusi Héðinsinni, og hann var nú þekktur aflamaður, og það gekk vel hjá okkur þann tíma sem að við vorum saman. Það var árið hausti 1972, en hitt er aftur á móti 75, þannig að ég er þarna þessi hausti 72, svo aftur sumarið og veturinn 75. Ég er ekki meira en þetta þarna niður í Norðursjóan, þannig að maður kynnti þessu alveg fram og tilbaka, bæði þanganum og hugsanagangin og hvernig þetta var allt saman, og mér leiddist ekki, en ekki endilega þar með að maður myndi vilja endurtaka þetta neitt, því að þetta var náttúrulega mikil vinna og þetta var fyrir unga og spræka menn að vera í þessu. Þannig að ég held að maður myndi nú bara ekki treysta sér í að fara út í þetta í dag, en maður gerði það þá og treysti sér alveg rúmlega til þess, þannig að það var ekki málið, og við veitum oft mjög vel, og þetta var allt annað heldur en að vera í kúanáinu, veiða fyrir bræðsluna, því að þú varst að koma kannski í land með 40, 50, 60 tonn, og það var bara fínt afli kannski, segjum það, því að það fékkst
gott verð því að þetta sem að landa var á dönskum mörkuðum á þessum tíma, þetta fór allt til manneldis, svona 99% af aflanum fór til manneldis nema bara síld sem að hafði kramist og eitthvað svoleiðis, hún fór í kúanó en það var eitthvað bara örfáir kassar í túr sem að það var, eitthvað kíló bara. Þannig við vorum að fá alveg margfalt verð með við það að veiða þetta allt í bræðslu og þannig að svo var markaðurinn, hann var náttúrulega við sem aldrei hvað hann ætlaði að gefa okkur í þetta og hitt skiptið en við fengum ofta alveg príðisverð fyrir aflan og eða það var náttúrulega allur gangur á því, stundum fengum við svo kallega dánsölu en ég reyndar mann nú ekki eftir nema bara alveg þokkalegum verðum á þessum skipum sem ég var á og allt upp í það að vera bara mjög fín verð. Og þetta var svona lífið borð í þessum ágætu skipum og fjárverirnar voru nokkrar og maður fann svo sem ekki fyrir þeim og ég heyrði aldrei tala það að mennum fyndist að vera á langt og strembið einhvað, ég minnist þess ekki. Menn einhvern veginn bara tóku þessu svo hverju öðru starfi og það var svo sem gott upp úr þessu hafi sem við vorum að tala áðan og þegar við vorum þarna í Norðursjónum, það kemur af ástæðu að við fengum löndunarpeninga, borga fyrir það að landa og þessir peningar voru skattfrjálsir og þetta var svona inngrip ríkisstjórnarinnar á Íslandi inn í þessi mál og hún gerði samninga við danska aðila að þetta yrði með þessum hætti og þannig að þessi peningar sem komu fyrir löndunina, það var einhverjir raurar danskir á kassa, þetta var nú reiknað þannig og svo var skiptist, bara kom pottur og það var deilt úr honum til þeirra sem voru að vinna við þetta, það var yfirleitt öll áhöfnin og það var alveg hellingspeningar sem við vorum að fá fyrir löndunina, mig minnir það að ég hef einhvern tíma að reikna þetta saman bæði fyrir sumarið og haustið, að það hefði verið milli 14 og 15.000 danskar krónur sem ég hefði og við þá fyrir þessar landanir og það eru bara þó nokkru miklu peningar sem við vorum að fá fyrir þetta. En á þeim tíma var maður nú kannski ekki alveg mjög reglusamur og allt saman það en þannig það var aldrei neitt úr þessum peningum. Þeir bara gufuðu eitthvað upp og það gerðist ekkert með þá nema bara, en samt voru þetta talsvert að fé sem við vorum að fá. Hvernig maður fer með þetta bara undir manninu sjálfum komið og maður er svo sem ekkert að harma það. Þetta bara farið og maður pælir ekkert í því en örugt að maður hefði verið öðruvísi þenkjandi eins og maður er þenkjandi í dag búin að vera síðustu á, þá hefði maður hugsað þetta allt saman, allt öðruvísi og miklu svona hyggilegri hugsanir í kringu það en svona þetta gerir aldurinn fyrir mann. Ég var einu sinni 20 og einhverju myndi segja, já, við segjum það ekki. En nú er ég að verða 70, að vera styttast í það og þá hugsa maður bara öðruvísi allt. Það sem maður taldi lífsgildi áður, maður er löngu búinn að kasta því meira og minna öll út. Og eitt af þessu er til að mynda peningarnir, hvað maður hefur náttúrulega séð það heldur betur, hvað þeir eru fallvaltir. Og þeir hafa alltaf verið fallvaltir. Það er fallvaltleiki peningan í raun og veru sem að framkallar þetta síldar fall sem varð og það hrundi svo til allt samfélagi með þessu síldarfalli af peningunum auðvitað því að menn eins og vorum að tala á þá var búið að fjárfæsta alveg helling í kringu þessa síld og það var ekkert lát á því menn voru að byggja upp alveg á öllu plönin og verksmiðjurnar og bæta og breyta og allt saman það og allt kannski meira og minni í skuld en kom bara ekkert inn á henni minn og hvað gera menn þá? Þeir geta ekkert annað gert en bara, hort bara í gaupnir sér, það er ekkert hægt að gera. Svo bara, svona menn eru búin að átta sig á því hvað það hefur gerst og þá var hægt að fara að vinna meira með það og vinna úr því betur heldur en var og það kemur út úr því það sem kemur því að alltaf bjargast þetta nú einhvern veginn, þannig er það nú bara þetta blessaða líf okkar, það bjargast alltaf einhvern veginn
þetta bara svona sagan okkar, en því miður þá viljum við nú helst ekki læra neitt af henni. Það svona samt gerist það sem gerist og við þurfum að vinna með það sem gerist og við getum víst ekkert annað. En síldveiðarnar í Norðursjó, það hættu 1976 og síðan höfum við ekki veitt þar. 1975 þá opnaðist leiðin fyrir íslenska síld, hún lokaðist endanlega 1970, svo opnaðist hún aftur haustið 75 og frá þeim tíma hefur mátt veiða eitthvað svolítið síld á hverju ári, en það allt saman vinnslufiskur sem hefur komið í gegnum það, sem sagt fiskur til manneldis. Þannig það ekki lengur að menn sé að bræða síld eða ljá máls á því, og loðnan reyndar þeir nú að bræða eitthvað svona, en það reynt að vinna hana eins mikið og hægt þannig þessi hugsun að gera mannamat úr því sem við erum með svolítið ofarlega hjá okkur, en hún var það ekki í eina tíð, bara aldeilis ekki þannig. En við skulum vinda okkur í þetta ágæta efni og ég trúi því bara að við verðum bara glöð og kát og hress með það, en það til gamans gert og auðvitað svolítils fróðleiks líka, ekki neitt tilgangur annar með þessu ágæta efni, í Jesú nafni. En gjörðu svo vel og Konráð Rúnar Friðriksson kveður og býður þér að horfa til enda á þetta ágæta efni sem nú hefur verið endurunnið og betur bætt, held ég, talsvert mikið.
klárir, klárir, klárir.